Sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi styrktu stjórnmálaflokka 16 milljónir króna fyrir síðustu alþingiskosningar, nær öll upphæðin rann til Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. Fyrirtæki í sjávarútvegi styrktu stjórnmálaflokka 16 milljónir króna fyrir síðustu alþingiskosningar. 90% þess fjár fór til Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Ríkisendurskoðun hefur skilað uppgjöri allra stjórnmálaflokka sem náðu kjöri á Alþingi í kosningunum 2013. Fréttastofan hefur tekið saman upplýsingar stuðning fyrirtækja í sjávarútvegi við flokkana. 34 fyrirtæki í sjávarútvegi veittu Framsóknarflokknum fjárstuðning fyrir samtals 7,4 milljónir króna. Það eru 36,6% heildarstuðnings fyrirtækja við Framsóknarflokkin. 33 sjávarútvegsfyrirtæki styrktu Sjálfstæðisflokkinn rúmar 7 milljónir króna, sem eru tæp 30% af heildarstuðningi fyrirtækja. 3 fyrirtæki í sjávarútvegi styrktu Samfylkinguna 900.000 krónur samtals, 1 fyrirtæki lét Pírata fá 100.000 kall, 4 fyrirtæki styrktu Bjarta framtíð 325.000 krónur og 1 fyrirtæki styrkti Vinstri græna 250.000 krónur. Alls veittu fyrirtæki í sjávarútvegi rúmar 16 milljónir króna til stjórnmálaflokkana fyrir alþingiskosningarnar 2013. Af þessari upphæð fóru rúm 90% til Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Samherji veitti mestu fé til flokkana, 1650.000 og eina sjávarútvegsfyrirtæki sem styrkti alla stjórnmálaflokkana. 6 fyrirtæki veittu stjórnmálaflokkunum 800.000 krónur. Þau eiga það öll sameiginlegt að hafa veitt Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum 400.000 krónur hvorum og öðrum flokkum ekkert. Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki styrktu frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins rúmlega 7 milljónir króna í prófkjörum fyrir síðustu alþingiskosningar. Frambjóðendur annarra flokka fengu engan stuðning frá sjávarútvegsfyrirtækjum miðað við gögn Ríkisendurskoðunar. Ríkisendurskoðun hefur skilað uppgjöri allra frambjóðenda í prófkjörum stjórnmálaflokkana fyrir alþingiskosningarnar 2013. Samkvæmt lögum fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda þá þurfa frambjóðendur að tilgreina öll fyrirtæki sem styðja þá í kosningabaráttunni. Sé heildarkostnaður frambjóðenda við framboðið undir 400.000 krónum þarf viðkomandi hins vegar ekki að skila sundurliðuðu uppgjöri til Ríkisendurskoðunar. Fréttastofa hefur tekið saman upplýsingar stuðning fyrirtækja í sjávarútvegi við einstaka frambjóðendur og sent þeim fyrirspurn hvort þau hafi styrkt einhverja frambjóðendur umfram það sem kemur fram í gögnum Ríkisendurskoðunar. Svo ekki miðað við svör fyrirtækjana. Ef litið til fjárstuðnings fyrirtækja í sjávarútvegi við einstaka frambjóðendur fyrir prófkjörflokkana, þá vörðu fyrirtækin rúmum 7 milljónum króna í að styðja einstaka frambjóðendur. Þessar 7 milljónir króna fóru til 17 frambjóðenda Sjálfstæðisflokksins. Frambjóðendur annarra flokka fengu ekkert. Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra var sá frambjóðandi sem fékk mestan fjárstuðning sjávarútvegsfyrirtækja, rúmlega 1,3 milljónir króna. Elín Borg Magnúsdóttir, sem ekki komst á þing, fékk rúma 1 milljón og Jón Gunnarsson, alþingismaður, fékk slétta 1 milljón. Eskja var duglegust við að styðja einstaka frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins. Hún lét þá fá samtals 1 milljón króna. Brim studdi þá 800.000 krónur og Þorbjörn sömuleiðis. Það ekkert að því að Sjálfstæðisflokkurinn fái styrki frá sjávarútvegsfyrirtækjum, segir formaður flokksins. 90% af öllum fjárstuðningi útgerðarfyrirtækjanna fyrir síðustu kosningar runnu til stjórnarflokkana. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir það fullkomlega eðlilegt að flokkurinn njóti fjárhagslegs stuðnings frá fyrirtækjum í sjávarútvegi eins og öðrum. Hann segir stjórnmálaflokka ekkert allt og vel setta. Fyrirtæki í sjávarútvegi styrktu stjórnmálaflokkanum 16 milljónir króna fyrir síðustu alþingiskosningar. 90% þess fjár fóru til Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Þá styrktu sjávarútvegsfyrirtæki frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins rúmlega 7 milljónir í prófkjörum fyrir síðustu alþingiskosningar. Frambjóðendur annarra flokka fengu hins vegar engan stuðning frá fyrirtækjunum. En þetta eðlilegt? Það sem eðlilegt það að stjórnmálaflokkar geta tekið við framlögum frá atvinnulífinu upp að 400.000 krónum. Það hefur engin stjórnmálaflokkur fengið meira en 400.000 krónur frá hverju einu atvinnufyrirtæki í landinu. Þetta eru mjög strangar reglur, en það sést ágætlega á fjármálum stjórnmálaflokkana, þeir eru svona ekkert allt og vel settir. Sjálfstæðisflokkurinn með ágætis dreifingu í þeim stuðningi sem hann hefur fengið og ég sé ekkert að því að hann njóti stuðnings frá sjávarútvegsfyrirtækjum eins og öðrum. En nú hefur Sjálfstæðisflokkurinn barist fyrir bættum hag sjávarútvegsfyrirtækja, lækkað veiðigjald, auðlegðarskattinn. Er þetta ekki óheppilegt í þessu ljósi?
Þetta algjörlega alrangt sem þú ert að segja. Sjálfstæðisflokkurinn að berjast fyrir bættum hag landsmanna. Til þess að landsmenn njóti góðs af nýtingu sjávarútvegsauðlindarinnar þá þurfum við að hafa hér skynsamlegt fiskveiðistjórnarkerfi. Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegsráðherra og varaformaður Framsóknarflokksins, vildi ekki tjá sig málið þegar eftir því var leitað í morgun.